Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Við skulum biðja. Almáttugi og eilífi Guð, Faðir miskunnsenda og Guð allrar huggunar, líti náð til vor og heyr bænir vorar, vér í sorg og saknuði áköllum þig. Hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs, fyrir hinn krossfest og upprisna son þinn, Jesú Krist, drottinn vor og frelsara. Við biðjum í hans nafni. Heyrum heilagt orð, hjá Jesaja skrifað: Sjá þjónn minn sem ég styð, minn útvalda sem ég hef velþóknun á. Ég legg anda minn yfir hann mun færa þjóðunum réttlæti. Hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sín á strætónum. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á. Hann þreytist ekki og gefst ekki upp, uns hann hefur grundvallað rétt á jörðu. Sjá, hið fyrra er fram komið, en nú boða ég nýtt, og áður en það vex upp, kunngjöri ég það. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Páls postula úr Kórinthubréfinu. Þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking
Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálf gjörþekkt orðin. Nú vari trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Orð sem hljóðar svo í Drottins nafni. Í Lúkasar guðspjalli stendur skrifað: En í afturelding fyrsta dag vikunnar komu konurnar til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni, og þegar þær stigu inn, fundu þær ekki líkama Drottins Jesú. Þær skildu ekkert í þessu. En þá brá svo við að hjá þeim stóðu 2 menn í leiftrandi klæðum. Þær urðu mjög hræddar og hneigðu andlit til jarðar. En englarnir sögðu við þær: Hví leitið þér hins lifanda meðal dauðra? Hann ekki hér, hann upprisinn. Minnist þess hvern hann talaði við yður, meðan hann var enn í Galileu. Hann sagði að mannssonurinn skyldi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur, en rísa upp á 3. degi. Og þær minntust orða Jesú, snéru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim 11 og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim.
Þær sögðu postulónum frá þessu. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Skjöldur og hlíf, það íslenska
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og að drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér samankomin til að fylgja til grafar Ingibjörgu Jónsdóttur. Þegar hún er kvödd, þá skulum við rifja upp ljóðið þjón drottins sem Jesaja lýsir svo. Hún kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sín á strætónum. Brákaðan reyrinn brýtur hún ekki sundur og dabran hörgveik slekkur hún ekki. Í trúfesti kemur hún rétti á. Hvað er það að þjóna drottni? Sumir halda það sé að verða prestur eða gangi í klaustur. En sama hvaða hlutverki þú gegnir í lífinu, þá getur þú í þínu starfi þjónað Guði. Og það gerum við með því að lifa í trú, von og kærleika og þjóna náung okkar með fúsleik og umhyggju. Takið eftir hvernig Jesaja lýsir þjóni drottins. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur, dabran hörgveik slekkur hann ekki. Það er svo mikil mild í þessari lýsingu, auðmýkt og kærleiki sem aldrei gefst upp. Mikilvægustu þjónar Guðs hér í heimi eru mæðurnar. Þær fæða og klæða börnin sín. Þær hugsa heimili. Þær eru akkeri fjölskyldunar. Og þannig var hún Ingibjörg. Hún ynni fjölskyldu sinni hugástum og hún þjónaði þeim í stóru og smáu. Hún var frábær kokkur, eldaði ljúffengan mat sem hún færði upp á diska heimilisfólksins. Hún saumaði föt á börnin sín og fyrir ömmustelpurnar sína þá prjónaði hún föt á dúkkurnar þeirra. Það er ástæða fyrir því af hverju fyrsta orðið sem við segjum flest er orðið mamma. Það kemur fram á varir okkar að því að hjá mömmu skynjum við kærleikann, móðurástina. Og það er ekkert mikilvægara hér í heimi en kærleikur móðurinnar. Og þess vegna segir postulinn: þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Ingibjörg Jónsdóttir var fædd hér á Ísafirði þann 30. nóvember árið 1932. Foreldrar hennar voru þau Helga Engilbertsdóttir úr Hnífsdal og Jón Benjamín Jónsson frá Hlíð í Álftafirði. Var Ingibjörg elsta barn þeirra 5. Systkini hennar í aldursröð voru þau Helga Hulda, Vignir Örn, Jón Þór og Margrét. Af þessum systkinum eru 2 á lífi í dag, það eru þau Vignir og Margrét. Vignir gat ekki verið hér í dag, hann kveður systur sína með söknuðu og trega. Fjölskylda hans bíður fyrir samúðar, óskir og kveðjur. Ingibjörg, eða Imma eins og hún var alltaf kölluð, steig sín fyrstu spor í Sólgötu 5, þar sem fjölskylda hennar leigði sér íbúð. En svo keyptu þau Jón og Helga sér reisulegt hús í Hafnarstræti 33 sem þau áttu lengi heima í. Þetta hús er framan á grafljóðunum og það stóð hérna við sjóinn, alveg við pollinn. Þetta er húsið sem hann Helgi Björnsson söng um. Húsið er að gráta, það eru tár á rúðunni. Mér finnst rigningin góð. En þetta hús er horfið og þannig fer tíminn með alla hluti. Allt breytist með tímanum og það er lífsins gangur að alast upp og eldast, verða gamall og kveðja svo lífið í þessari veröld. Það var gott að alast upp á Ísafirði. Faðir Immu, Jón B. var skipstjóri og sem unglingur fór Imma með móður sinni til Siglufjarðar og vann þar á planinu við að salta síld niður í tunnur. Og þetta gerðu margir Ísfirðingar meðan síldin var á siglu. Og það var sérstakur braggi sem kenndur er við Ísfirðinga
og hann er þar enn. Sem unglingur fór Imma einnig til Reykjavíkur, réð sig þar í vist eitt sumarið sem barnfóstra. Það er gott að sjá sig aðeins í heiminum þegar maður er ungur, þá lærir maður oft betur að meta sínar æskuslóðir. Veturinn sem hún Imma var 20 fór hún í húsmæðraskólann Ósk hér á Ísafirði. Það var góður undirbúningur fyrir framtíðina. Þar lærði hún allt það hvernig ætti að reka heimili, elda mat og sinna þvottum. Og þegar maður er 20, þá fer ástin ofta að banka upp á. Í tilfelli Immu þá var ástin ungur og glaðvær Ísfirðingur, Oddur Jakob Bjarnason. Þau Oddur og Ingibjörg gengu í heilagt hjónaband þann 9. janúar 1954. Þeir héldu upp á gullbrúðkaupi 50 árum seinna. Það var ortur til þeirra bragur og þar er að finna þessar vísur. Þau heita Imma og Oddur, hjónakornir hressu, sem hafa bara í 50 ár leikið sér að þessu, sem jafnaldrar og Ísafirði áttu bernsku sporin og ástfangin í skógarferðir hjóluðu á vorin. Þegar Imma ákvað í Grautarskóla að ganga, glúrin var hann Oddur, hjarta hennar að fanga. Á grímuball í skólanum búningur hinn blekkti, því bara svona tæplega hann kærustuna þekkti. Á dæturnar saumaði draktir, kápur, kjóla, á kökurnar og brauðtertur líka mátti stóla. Að tíunda hennar hæfileika tíminn er og naumur, en tertan best í heimi er mömmu dísu draumur. Þau Imma og Oddur byrjuðu að búa í Alþýðuhúsinu, í íbúðinni sem er þar uppi á efstu hæð. Þar eru 3 elstu börnin þeirra fædd, þau Helga, Jón Benjamín og Guðrún. Og svo reistu þau Oddur og Imma sér hús upp á Engjavegi 20 og inn í það fluttu þau með börnin árið 1962. Og fjölskyldan stækkaði því þar bættust við 2 börn, þau Oddný Kristín og Viðar Ingi. Það var gott fyrir þau systkin að alast upp á Engjaveginum. Imma móðir þeirra var mikið heima, pabbi þeirra var sjómaður en fór svo að vinna í landi ýmsa vinnu, var til dæmis góður beitningamaður. Nú svo voru á neðri hæðinni á Engjaveginum föðuramma afibarnanna, þau Kristín Graziana Jóhannsdóttir og Benedikt Bjarni Hansson. Og svo var auðvitað fullt af börnum í götuna að leika við. Þegar það er gaman og maður er hamingjusamur, þá líður tíminn hratt. Þau Imma og Oddur glöddust við að sjá börnin sín vaxa úr grasi, hleypa heimdragan, hasla sér völl í lífinu og stofna sínar eigin fjölskyldur og heimili. Ég ætla að segja aðeins frá börnum og afkomendum. Helga Oddsdóttir á dótturina Lindu Sigurbjörgu Helgudóttur. Maður Lindu er Þorsteinn Ingi Vignisson. Linda á 3 börn. Það eru þau Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Eva Björk Valdimarsdóttir og Katrín Embla Valdimarsdóttir. Hafdís Hrönn og 2 dætur, þær heita Birna Dís og Sóldís Birta. Maður Hafdísar Hrannar er Jóhann Sigurðsson. Katrín Embla er gift Edvard Favundu, dóttir þeirra í Sierra Björk. Jón Benjamín Oddsson er kvæntur Guðlaugu Valdísi Ólafsdóttur. Þau eiga 2 dætur. Þær heita Ingibjörg Erna og Herdís Harpa. Maður Ernu er Ágúst Helgason. Þau eiga dæturnar Elvu Valdísi og Klöru Björk. Maður Herdísar Hörpu er Arnar Hafsteinn Viðarsson. Þá kemur Guðrún Oddsdóttir. Hennar maður er Björn Guðbjörnsson. Guðrún á 3 börn, þau Alexander Þór Harðarsson, Odd Þór Harðarsson og Thelmu Dís Harðarsdóttur. Kona Alexander Þórs er Hugrún Helgadóttir. Þau eiga 2 dætur, þær heita Ásdís Eva og Helga Sara. Oddný Kristín Oddsdóttir er gift Magnúsi Ólafssyni. Oddný á 2 börn, það eru þau Vigdís Huld Hákonardóttir og Viktor Hákonarsson. Vigdís Huld er gift Einari Erni Einarssyni. Þau eiga 2 syni, þeir heita Matthías Örn og Mikael Oddur.
Viðar Ingi Oddsson yngstur systkinanna. Viðar Ingi á 2 syni, þá Leó Inga og Kristoffer Kára. Kona Leós Inga Helena Amelie Duegård Jensen. Þau hafa 2 syni, þá Felix Duegård og Julius Maximus. Og mér telst til að afkomendur Immu og Odds séu 29 talsins. Viðar Ingi komst ekki hingað vegna óveðursins. Hann kveður móður sína frá Danmörku og fylgist með þessari athöfn í gegnum streymi. Með kveðjunni vil ég lesa þetta ljóð Vatnsenda-Rósu. Þó að kali heitur hver, hylji dali jökull ber, steinar tali og allt hvað aldrei skal ég gleyma þér. Og það eru fleiri sem kveðjur fjarlægð. Hjartans saknaðarkveðjur eru fluttar frá Hafdísi Hrönn og fjölskyldu, eins eru saknaðarkveðjur frá Evu Björk Valdimarsdóttur og Þorsteini Inga Vignissyni. Þá eru hugheilar saknaðarkveðjur frá Alexander Þór og fjölskyldu og eins frá Viktori Hákonarsyni. Imma vann ýmis störf ævina. Sem ungkona hér fyrir vestan vann hún á saumastofunni Hektori. Hún vann einnig í Rækjunni hjá Böðvari, seinna svo í frystihúsi og þá vann hún í þvottahúsi Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Það var gott að vinna með Immu. Hún var rösk kona, ljúf í viðmóti og svo hafði það þennan skemmtilega og smitandi hlátur. Og þegar hún hló, þá hló hún sig alveg máttlausa. Þau Imma og Oddur voru samrýnd hjón. Þau bættu hvort annað upp, hún jarðbundin og föst fyrir, hann á fleygiferð. Þau fóru oft saman til berja og tíndu mikið af berjum sem þau notuðu til að gera saft, sem Imma notaði út á grautana. Þá tók Imma slátur líkt og hagsýnar húsmæður gera. Imma var heimakær kona, enda var heimilið í fyrsta sæti hjá henni. Þar féll henni sjaldan verk úr hendi. Börnin heyrðu hana stundum raula fyrir munni sér einhverja lagstúfa. Hún átti góða og hamingjuríka ævi. Og ekki minnkaði gleði Immu þegar ömmubörnin og langömmubörnin fóru að banka upp á heimsækja ömmu sína og sum dvöldu þar töluvert. Það sérstök gleði og ríkidæmi að eignast barnabörn. Það til orðtak að gleðin og sorgin séu systur. Til að þekkja sorgina þá þarf maður fyrst að hafa kynnst hamingjunni. Það var Immu mikið áfall þegar ástkær eiginmaður hennar Oddur Jakob Bjarnason veiktist og kvaddi þennan heim í október 2004. Viðbrigðin voru mikil að vera orðin ein. En Imma átti góða börn, tengdabörn, barna og ömmubörn. Þau litu til með henni og heimsóttu hana. Og svo var hann í góðu sambandi við Huldu systur sína sem átti þar heima skammt frá. Imma bjó á Engjaveginum fram á mitt ár 2013 en þá sumari flutti hún í snotra íbúð á Hlíð 2, Torfnesi sem hún hafði keypt sér. Það var skynsamlegt að minnka við sig og fara í þjónustu íbúð fyrir eldri borgara. Imma var alltaf góð heima sækja og það í hennar anda og minningu sem aðstendendur hennar bjóða til erfidrykkju í Nausti, sal eldri borgara í kjallarónum á Hlíð 2 að athöfn lokinni. Imma hafði alltaf verið við góða heilsu, enda dugleg að fara allra erinda sinna fótgangandi. Árið 2018 fékk hún hjartaáfall og þá fór heilsu hennar að hraka. Hún fór að verða svolítið gleymin eins og stundum vill fylgja háum aldri. Fyrir 3,5 ári síðan fór Imma yfir á hjúkrunarheimilið Eyri. Þar leið henni vel. Ástvinir Immu þakka starfsfólkinu og Eyri hlýju og frábæra umönnun. Ingibjörg Jónsdóttir fékk hægt og friðsamt andlát. Hún kvaddi þennan heim þann 27. janúar síðastliðinn. Blessuð sé minning góðrar konu. Hér koma 2 samúðarkveðjur. Elsku ættingjar og samferðafólk, hugur minn hjá ykkur í dag.
Kveðja Margrét Ásta Jónsdóttir og fjölskylda. Það eru samúðaróskir frá Björgu Leósdóttur í Danmörku. Í lok athafnar verður kista Ingibjargar borin úr kirkju og flutt inn á Réttarholt þar sem hún verður lögð til hinstu hvílu við hlið mannsins sem hún elskaði alla tíð. Það táknrænt og til vitnis okkar kristnu trú að látin lifi hjá Guði og muni þar vera með ástvini sínum. Þessi trú okkar byggir á frásögn og reynslu kvennanna sem fóru út á gröf Jesú á páskadagsmorgni og heyrðu engla boða þeim eilíft líf og seinna birtist Jesús Kristur þeim upprisi. Þjónsljóðið hjá Jesaja endaði á þessum orðum: Sjá, hið fyrra framkomið, en nú boða ég nýtt, og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Sannarlega hið fyrra farið. Lífið hennar Immu og samferðafólk, eitt af öðru kveður það þennan heim. Lífið hér á jörðu endanlegt og takmarkað. En Guð eilífur, hann án enda. Og við erum Guðs börn, elskuð af Guði og hluti af hans fjölskyldu húsi. Og þó að jarðnesk hús okkar og híbýli hverfi, þá eigum við eilíft hús á himnum hjá Guði. Hús endurfundanna, hús engla og anda. Hús sem ekki grætur, heldur brosir. Dýrð sé Guði. Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða mun aldir alda. Bára við strönd,
þínar bænir og þrá. Guð Faðir í himnaríki, miskunn þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunn þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Himneski Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir voninu eilíft líf sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lítið náð til Ingibjargar Jónsdóttur sem þú hefur kallað til hvíldarinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit oss í trúnni á þig. Blessa minningar okkar. Við leggjum allt í þínar hendur, kæri Guð, og við segjum öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur.
Ingibjörg Jónsdóttir, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist.